Já, góðan daginn. Uh, ég þarf aðeins. Ég var beðinn að fara yfir svona þau atriði í hagvísi sem við vorum að klára í byrjun þessa árs, eða 2019, þróun ríkisstarfa á Vesturlandi og fara svona yfir þau atriði sem kannski snerta þetta þing sérstaklega. Og þá tala ég, sem sagt, talað þennan ríkisstarfa halla og hvað hann? Hann í rauninni, þar verið að bera saman fjölda hvernig ríkisstörf skiptast eftir landshlutum og borið saman við svo hvernig íbúar skiptast eftir landshlutum og hvort að þetta að segja eitthvað misræmi eða samræmi þarna á. Og ef þessi tala í plús þá það í rauninni, gefur það tilefni til að ríkisstörfum þyrfti að fjölga svo mikið til þess að þarna náist jafnvægi. Nú, til þess að gera langa sögu stutta, við höfum ekki nema 10 mínútur og þá fyrir Vesturland leit þetta svona út ef eingöngu voru tekin ríkisstörf þá hallaði mest á Vesturland, langmest. Þar var hefðu störfum þurft að fjölga 422 eða 78,8% sem í rauninni hæsta meðal allra landshluta þarna árið 2018. En ef stuðst á ríkisstarfa halla, ríkisstarfa og allra opinberra stofnana þá lagaðist þetta nú heldur fyrir Vesturland. Þá vorum við komið með 320 störf sem hefðu þurft að fjölga til þess að ná jafnvægi þarna á, eða 39%. En þarna vorum við í rauninni komin á svipaðan stað, þó reyndar neðst, eða veststödd ásamt Suðurlandi sem var með 39,5%, þannig að það nánast sami halli þarna á. En það sem líka athyglisvert að skoða í þessu hvernig hafa þessar tölur verið að þróast í tíma, og þá höfum við, að ég byggi nú á þessum tölum sem Byggðastofnun hefur verið að taka saman þetta og Hólmfríður minntist á áðan, að þá athyglisvert að sjá hvernig þessi þróun hefur átt sér stað frá 2013, og þá kemur einnig í ljós að við stöndum mjög höllum fæti og í rauninni rekum lestina af öllum þeim landshlutum sem voru til skoðunar, þar að segja landshlutarnir 8. Og það eiginlega alveg sama hvort við skoðum breytinguna hráa eða leiðréttum fyrir fjölgun íbúa á tímabilinu, að við með langlökustu þróunina. Þar ef við tökum bara breytinguna sem eru þá bláu súlurnar, þá sjáum við það aftast að þar við með 1% fjölgun og meðan allir aðrir landshlutar með miklu meiri fjölgun, og ef við leiðréttum fyrir fjölgun íbúa þá við með -5% þróun, og meðan næsti landshluti með -4% sem þá Suðurland. Þannig að Suðurland og Vesturland eru þarna greinilega standa vest hvað þetta snertir, þessa þróun, og athyglisvert að sjá hvað Suðurnesin fjölgar rosalega, en það tengist væntanlega þróuninni sem hefur verið í kringum ferðaþjónustu og þá flugvöllin sérstaklega og allt í kringum það, myndi ég að halda, á þess að hafa skoðað það neitt frekar. Nú, það sem eiginlega vakti athygli mína var eiginlega að sjá fjölgunina á höfuðborgarsvæðinu einu 1300
47 störf, að ef að þau störf ef þeim hefði fjölgað á höfuðborgarsvæðinu, þá hefði þessi halli nánast horfið. Það hefði 1390 störf þurft til þess að láta þennan halla hverfa, sem hérna 2018 á milli landshluta, og ef að þessi fjölgun sem varð á þessu tímabili hefði dreifst á þá landshluta sem á hallaði, þá hefði halli nánast horfið og algjör jöfnuður hefði náðst á milli landsvæða ef menn hefðu viljað gera það. Sumt auðvitað óhjákvæmilegt, en þetta segir manni samt að það hefði mátt með nýjum störfum leiðrétta þetta, þannig að það hefði ekki þurft að fara í sársaukafullar aðgerðir þar sem að rótgróin störf hins opinbera hafi verið rifin upp með rótum frá höfuðborgarsvæðinu og flutt út á land, segir manni það. Þannig að það í rauninni hægt að gera ótrúlega hluti í þessu á skömmum tíma ef menn vilja og ef menn geta. Og það kannski, og auðvitað segja sumir að það óheppilegt að opinberum störfum skuli fjölga yfirleitt, þeim ætti frekar að fækka, það í stefnuskrá nokkurra stjórnmálaflokka, en svo veltir maður fyrir sér hvað raunhæft í þessu. Og við sjáum einhvern veginn ekki heilbrigðisgeirann eða menntageirann, sem eru nú stæðstir og fyrirferðarmeistar á könnu hins opinbera, einhvern veginn dragast saman á næstu árum með hvernig markmið okkar þróun atvinnulífs og síðan bara hvernig aldursdreifing og öldrun er að breytast í landinu eins og í öðrum vestrænum ríkjum hvað varðar heilbrigðisþjónustuna sérstaklega. Nú ef við skoðum hins vegar ríkisstarfahallann 2018 eftir sveitarfélögum hér á Vesturlandi, að þá sjáum við að það eiginlega hallar auðvitað mest á Hvalfjarðarsveit með þá tölu sem við gátum reiknað, en í rauninni hallar eiginlega mest á Eyja- og Miklaholtshrepp og Helgafellssveit, ef við notum þetta sérstaklega því þar eru engin störf og þar fáum við þar af leiðandi enga tölu því að það er erfitt að nota núllin í þessu. En við sjáum að talan fyrir Dalabyggð er hins vegar -2,3, þannig ef við ættum að nota þetta viðmið eingöngu, þá mætti störfum í rauninni fækka hvað þetta snertir í Dalabyggð. Stykkishólmur er í nokkurn veginn í jafnvægi en aðrir og Skorradalshreppur, en einhvern halla sem það ætti þá að leiðrétta einhverju leyti. Nú, við heyrðum á tölunum sáum á tölunum hjá Hólmfríði að þetta virðist vera eitthvað að lagast hér á Vesturlandi. Og ef við skoðum síðan á þróunin aftur á Vesturlandi, þá sjáum við að þeim hefur fækkað í Stykkishólmi á tímabilinu mest en fjölgað mest á Akranesi, en við sjáum svo aftur á þessum tölum fyrir Akranesi að betur má ef duga skal, því að hallinn er samt sem áður 35,7%, svo dæmi sé tekið hvernig þessar tvær tölur eru skoðaðar í samhengi. Það er að segja annars vegar starfahallinn 2018 og síðan þróunin á milli. Þetta á að vera 2013 og 2018 en ekki 17 eins og þarna stendur, þetta er misritun. Nú, þetta er alvarlegt, sérstaklega í ljósi þess að ef til langs tíma er litið og þá hefur störfum út á landi sem hafa kannski verið aðalstörf eða burðarásarnir í atvinnulífi út á landi sem er landbúnaður og sjávarútvegur, þeim hefur fækkað alveg eins langt, ef maður tekur eins langt tímabil og maður nær til, það er að segja aftur til 1870, að þá það er nú kannski svona full langt en samt gott að sjá þetta í víðu samhengi.
að þá hefur sem sagt þessum störfum í þessum mikilvægu atvinnugreinum landsbyggðarinnar fækka alveg svakalega og landbúnaður og sjávarútvegur í dag eru einhvers staðar í kringum 3% af heildinni hvort sig. En ef við skoðum hins vegar breytinguna á sama tímabili fyrir opinber störf þá fara þau úr því að vera 1% af heildarvinnuafli í 30%. En þá verður líka að hafa það í huga að fjölgun starfa á þessu tímabili nánast tíföldun eða 8,5-földun eða úr 27.500 eða 600 störfum í 235.000 störf til 2018. Þannig að við sjáum ef við teiknum síðan þróun opinberra starfa í samanburði við annars vegar aðra þjónustugreinar sem bláa línan hér og svo öll önnur störf, að þá sjáum við hvað meðbyrinn gríðarlega mikill á þeim svæðum sem notið hafa opinberra starfa eins og höfuðborgarsvæðið hefur gert í ríkara mæli en önnur svæði. Nú, þetta líka mjög alvarlegt í ljósi þess hvað konur eru margar í þessum störfum, en samkvæmt bráðabirgðatölum hérna þá Hagstofu Íslands þá var 72%, þá sátu það 72% allra opinberra starfa árið 2018 og þar að segja þetta mjög alvarlegt í ljósi þess hvað konur eru margar í þessum störfum og einmitt það vantar konur á landsbyggðunum. Einnig hvað þessi störf eru menntunarfrek, en við þurfum einmitt að byggja upp meira af menntunarfrekum störfum í dreifbýli. Einnig hver stöðugleikinn mikill þessi störf í samanburði við störf annarra atvinnugreina og hvað vöxturinn mikill og stöðugur í samanburði við það sama í öðrum atvinnugreinum. Og þó sérstaklega þeirra atvinnugreinar sem hafa verið ríkjandi á landsbyggðinni eins og landbúnaður og sjávarútvegur. Og síðan ef við skoðum fjármögnun þessara starfa þá eru auðvitað allir landshlutar að taka nokkuð svipaðan. Nokkuð svipað að leggja sitt af mörkum til þess að fjármagna þessi störf. Þannig það skiptir líka máli að horfa til þess. Og svona að lokum kannski meira í gríni en alvöru að alvarlegt í ljósi hinna nýju heitustu pick-up línu samkvæmt orðum eins alþingismanns. Ég opinber starfsmaður. Takk fyrir.